Ég er 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálar þinnar. Ok. Ég var að hugsa að bjóða þér upp á sódavatn. Já. Ha? Það er allt í Hvernig lagi. líst þér á það? Já, það hreinsar allavega Eða munninn viltu á mér. ískalt kók? Nei, það vil ég ekki. Nei. Segðu okkur, þú vilt ekki, af því að verkamannablóð. Nei, ég verkamanna í, hvað var það, í Guatemala? Hvar voru þeir? Nei, ég meina þegar við vorum stelpur, Já. þá var eitthvað svona, Það var- ekki drekka kók, það er verkamannablóð. Blóð frá, var það Guatemala eða var það Nei, það var frá Suður-Ameríku. Nei, það er Mið-Ameríka. Já, Hvaða, já, það var bara, það er það var vegna Venezuela. þess að bárust fréttir af því Já. að fólk sem væri að vinna í verksmiðjum fyrir Coca-Cola væri í hálfgerðu þrælahaldi. Já, það hefði einhverju verið drepnir það held ég bara, hreinlega. Það var eitthvað svona alveg rosalegt. Og þetta var svona eitt af þeim, En ég þetta var ein af þeim svona heimsvám Já, sem voru í gangi þá. en ég drekk ekki kók, bara hreinlega af því að þá fitna ég. Já. Þetta er bara eitt af því sem ég vali frá í lífi mínu, sykur sem ég þarf ekki. Já, en, Af því að ég vil, þegar ég borða súkkulaðið mitt, þá vil ég ekki þurfa að hætta fyrir en ég er alveg búin að fá bara allt sem ég langar í. en á því þú sagði súkkulaði, Já. þá ætla ég að bjóða þér upp á svolítið. Já, Já, og ég veit súkkulaði, að ég ætla að bjóða... súkkulaði, manstu? Súkkulaði? Súkkulaði. Já, ég ætla að bjóða þér upp á súkkulaði. Já. En það sem er með þetta súkkulaði og er sérstakt, Já. að þetta er sem sagt súkkulaði með mikrodós af sílósíbín sem eru svona Sveppir. sveppir. Já. Já. Og þetta er svona mikrodós af sveppum með sílósíbín sveppum og bara gjör svo vel. Hvað er mikið í þessu? Það er svona 0,1 eða 0,2 Það er allt í lagi. sem er svona Veistu, hæfilegur mikrodósskammtur. já, ég skal segja þér, ég hef mikrodósað og ég kannski að segja bara ykkur sem er að hlusta því að Steina veit alveg, ég er ekki að segja henni það í fyrsta skipti. Nei. En það var einmitt af því að það var þegar í breytingaskeiðinu því ég fór inn í rosalegt kvíðatímabil og ég stóð grátandi á hliðarsviði sinfóníunnar og hugsaði ég ætla að hætta að vera leikkona því ég var í svo miklum kvíða. Þá áttaði ég mig á, ég fengi ekki tíma hjá geðlækni fyrir eftir hálft ár en ég hringdi í góða vinkonu sem átti sveppi og fór að mikrodósa og gerði það alveg svona steady í svona 2 mánuði og ég eins og lærði að þekkja svolítið orkuna sem sveppurinn var að kenna mér, að mikrodósi var að kenna mér. Þannig fannst mér það hjálpa mér. Og segðu mér hvernig áhrif það hafði á þig, af því að ég ætla svo að segja þér hvað áhrif það hefur haft á mig. Já, það hafði... Sástu hvað ég gerði við veipið mitt? Ég bara Þú ert með það í vasan og hangir þarna í lausu lofti. Já, ok, takk. Hérna, Þetta er setning sem ég segi 20 sinum á dag, hvað er veipið mitt? Hvar er veipið mitt? Hvar er veipið mitt? Hvar er gamla sæta litla góða veipið mitt? Það er höpp, já. En það hafði þau áhrif að það var eins og kæmi svona tilfinning svona yfir hjartastöðun á mér, yfir hjartasvæðið og ég var mildari í afstöðu minni til umhverfisins, til mín sjálfrar og annars fólks í kringum mig eins og yrðu til svona þræðir, kærleiksþræðir gagnvart lífinu. Ég tók hlutina ekki eins dramatískt, það var ekki eins svona svart-hvít, gott, vont. Og fyrirbræðið þegar það er ekki svart-hvít, þegar það er ekki gott, vont, þá er maður ekki eins, þá verður maður ekki eins kvíðinn. Af því að það er bara mjúkt. Er þetta að vera svona? Já, þegar ég prófaði að mikrodósa í fyrsta skipti að verða svona 3,5–4 ár síðan og þá gerði ég það í heilan mánuð og ég gerði það eins og mér var sagt að gera það. Að taka 3 daga í röð og taka svo 2 daga í hvíld, 3 daga í röð, 2 daga í hvíld. Og af því að þetta er svona mikroskammtur,
þá eru ekki beinlínis nein áhrif sem maður finnur. Það er engin svona líkamleg breyting eða neitt svoleiðis og skynjunin breytist ekki. En það sem ég merkti var það að á þessum mánuði þá var eins og ég hefði aðeins meiri orku og ég tæki aðeins léttar á hlutunum og sko ég á stundum svona vanda til þess að fara svona svolítið inn í hugsanir, svona þvæluhugsanir. Þú veist, það kemur einhver svona hugsun sem að gæti valdið mig kvíða og hún svona festist svona eins og hún sé svona inn í þvottavél. Þú veist, hún er að angra mig, hún er inn í höfðun á mér og ég er að reyna að gera eitthvað annað en þessi hugsun er alltaf að bögga mig og svona er eitthvað svona, þú ert eftir að gera þetta eða þetta var nú ekki nógu gott eða eitthvað svona, einhver svona hugsun sem er að draga svolítið úr mér orkuna. Og ég fann að þennan mánuð sem ég mikrodósaði, þá gat ég ýtt svona þeytivindu hugsunum frá. Bara svona registrerað, verið meðvitum, já, hérna er þessi hugsun, ég ætla ekki að leyfa henni að taka neinum tökum og þar með átti auðveldara með að losa hana út úr kerfinu og halda áfram. Fannst þér að tengjast líkamanum betur? Já, minni eigin líðan og já, meiri orka, allt var svona aðeins léttar í vöfum. Ég fann sko fyrst þegar ég byrjaði þetta, fann ég ekkert, fyrstu 3 dagana og svo tók ég 2 daga pásu. En næst þegar ég tók það, þá fann ég fyrir því. Þannig að það var eins og ég þyrfti að læra að þekkja. Fyrst þurfti ég að taka upp, ég finn ekkert, en ég ákvað samt að gera þetta því ég var svo desperát, sko. Að ég hef aldrei átt þennan kvíða á þessu stigi í mér áður, sko. Svo gerði ég aftur og þá fann ég, já, þá fór ég að þekkja hann. Einmitt, en þessi kvíði, það eru margar konur sem tala um það, einmitt að á okkar aldri þá byrjar að koma inn kvíði. Og mér langar alltaf að fara inn í þetta vegna þess að ég þekki þetta. Og í hverju felst þessi kvíði? Hvað er það sem er að gerast innra með okkur? Já, einmitt. Ég er bara svona veltaði fyrir, er einhver tilfinning um það að það er einhverjum kafla ljúka? Nei, sko ef ég á að segja fyrir mig, þú ert örugglega búin að hugsa þetta aðeins öðruvísi, það er einangrun í þessum kvíða. Það er eins og ég sitt ein uppi með allt. Og þegar ég steig á svið þarna á þessum sinfóníutónleikum þar sem ég fann sérstaklega fyrir svo og sagði við sviðsmanninn, ég ætla að hætta að vera leikkona, þetta er bara búið. Ég hef ekki ánægju af þessu lengur. Og samt var ég að fara að gera það sem ég finnst skemmtilegast, að kynna barnatónleika hjá Sinfó, eitt af því sem ég elska mest. Og ég kom inn og allan tíma meðan ég stóð á sviðinu, ekki allan tíma, en til að byrja með því steig hann á sviðið og segi bara, já ég fæ þetta mikið borgað fyrir þetta, þetta er allt í lagi. Þangað til að ég gleymdi glerugunum utan sviðs og ég gat ekki lesið textan minn, þetta var Pétur Úlfurinn, ég þurfti að lesa textan og þú veist það er fullur salur, það er 1500 manns og þá fór ég að hlæja og sagði ég er ekki glerugun og hugsa að ég þyrfti að hlaupa út af sviðinu og baksviðs og upp á næstu hættir að sækja glerugu aftur niður en þá var maðurinn minn, Nikko var á öðrum bekk og gat kastað lesglerunum sínum til mín. Vá, hló ekki salurinn? Jú, salurinn hló og héldu kannski að þetta væri planað, ég veit ekki, þetta var algjör, en þá komst ég inn í núið. Já. Þá hætti ég að plana og reyna að hafa fulla stjórn og vita hvernig allt á að vera og með þessum slysi eða þessum mistökum mínum að hafa gleymt lesglerunum inn á búningsherbergi, þá komst ég inn í bara zum, ég er hér nú, mér vantar glerugu, þarna situr Nikko, kasta til mig glerugunum og ég er komin í tengsl við áhorfendur. Vá, hvað þetta er stórkostlegt. Þetta var stórkostlegt, og svo átti ég bara æðislega tónleika. Já. En á leiðin inn var ég bara að hugsa, ok, ég fæ borga fyrir þetta. Þetta bara, þú veist, þetta borga bara upp þennan, þú veist, ég var í svo miklum ótta við að mæta áhorfendum og treysta því ekki að ég kæmist í samveruna, í núið. Ég skil. Þetta er svona, mér finnst þetta alltaf svona flottur og svona, ég er að sjá þig fyrir mér í þessum aðstæðum, sko, að, sko, þetta er nefnilega það að hafa stjórn er alltaf blekking. Maður reynir að gera alls konar hluti til þess að hafa stjórn en faktist hefur maður aldrei neina stjórn. Og þegar maður er neyddur til þess að sleppa henni eins og þú ert þarna, skilurðu, þá fattaru að eins og þú segir, þú ferð inn í bara núið
og ferð inn í flæðið, Já. grípur gleraugun og þá ertu allt í einu einhvern veginn sko búin að sleppa öllum stjórnartaumunum og kemst inn í sjálfa þig aftur, skilurðu, og getur þá glansað. Vegna þess að ég sá nú æfingu hjá þér daginn hjá Simfó, þú varst að gera þarna barnatónleikum daginn og að því að ég var ekki búin að segja það við þig, en þetta var bara æfing og þú varst bara svona markera það sem þú gerir raunverulega á tónleikunum sjálfum, en þú ert svo flink í þessu. Æ, takk. Já, þú ert svo flink í því að sko að leiða mann inn. Þú nefnilega ert svo örlát á sviðinu og samt varstu bara í 20-30% orku þarna, enginn í salnum nema bara ég og þú bara svona ert að fara yfir það hvernig þú ætlar að gera þetta þegar fólki kemur inn, en þú gerir það af svo miklu örlæti. Þú sko það er svo mikill áhugi inn í þér á því sem þú ert að gera að það er svo smitandi, skilurðu. Og mér finnst svo að því að ég hef svo gaman að því að horfa á aðra listamenn, þú veist, á sviðinu og stundum einhvern veginn detti bara inn í það að stúdera þetta hversu mikið þorir manneskjan að gefa, hversu mikið þorir hún að gefa, gleyma sér og vera bara í örlætinu sínu, vegna þess að það er þá sem að maður fær svo mikið út úr því sem áhorfandi að horfa og þá byrjar maður einhvern veginn að gefa viðkomandi aftur á móti, af því þetta er alltaf þessi hringrás að gefa og þiggja og gefa og þiggja, skilurðu. Já, og ég held að spegilfrumur, eða ég hef alltaf, eða ekki alltaf, en því ég fattaði þetta með spegilfrumurnar, að spegilfrumurnar eru í okkur og það eru frumur. Þú verður að útskýra. Já, spegilfrumur eru sem sagt að því að maður minn er sem sagt taugalífeðlisfræðingur og er svona sérfræðingur í frumum í heilanum og heilanum. Og hann er besti vinur minn líka, ég elska besta vin sem er vísindamaður, mér finnst það geðveikt. Sko spegilfrumurnar eru þannig að ef að þú ert að gera eitthvað fyrir fram að mig, þá eru frumur í mér sem spegla það og í rauninni er ég að gera það á sama tíma og þú án þess að ég sé að hreyfa mig með þér, þá eru frumurnar í mér að spegla það og að gera það líka. Þannig að ef að þú grætur og ég er með öflugar spegilfrumur, þá græt ég líka og sumir fara bara að gráta, eða þú byrjar að dansa og ég smitast og byrja að dansa með mér og við erum með misaktívar spegilfrumur. Og ég held að því stærri gjafir sem ég gef á sviðinu, því nær mér sem ég kemst sem leikar á sviðinu, því nær komast áhorfendur sjálfum sér, því að spegilfrumur þeirra pikka upp hvað ég fer nálægt mér. Hvað ég gef stóra gjöf, þá gefa þeir mér stærri gjöf, eða skilur þú veist. Nákvæmlega. Þannig að þetta er sko... En ég vona að það hafi skilist. Já, þetta skildist algjörlega, en sko það er þetta sko með hvernig við skynjum hluti. En mér langar bara að segja að til dæmis þegar þú segir mér frá einhverju sem er kannski erfitt og þungbært fyrir þig, þá byrjar heilinn á mér að búa til einhvers konar mynd af því sem þú ert að lýsa, einhverja bíómynd af því, skilurðu. Ég ímynda mér, þú veist, þú segir mér af samskiptum þínum við einhverja mannesku og það var eitthvað flókið og ég er að spila þessa bíómynd í höfðinu á mér, skilurðu, þar sem að þú ert þarna og þessi manneskja, en bíómyndin sem ég er að búa til í höfðinu á mér, hún getur aldrei orðið bíómyndin sem þú raunverulega gekkst í gegnum, vegna þess að bíómyndin sem ég er að búa til í höfðinu, hún er byggð á minni reynslu, mínum minningum, því sem ég hef upplifað, skilurðu. Þess vegna þegar þú situr leikur leiksýningu á sviði og það eru 550 manns í salnum, þá er verið að segja, ég segi söguna, en hún er líka sögð á 550 mismunandi vegu í hver einasti áhorfandi segir hann á sínan hátt innra með sér. Ég stjórna því ekki hvernig hvaða sögu áhorfandinn segir sér. Ég get verið með leiðarvísa, en ef ég gengst nálægt mér, þá kemst hann nær sér og kemst dýpra til sín að segja sér sína sögu og spila sína bíómynd. Nákvæmlega, af því þetta er tvennt. Það er heilinn sem reynir að skilja söguna og býr til einhverja samlíkingu sem er úr, úr eigin hugarflugi og minningabanka. En svo er það tilfinningin sem verður til inn í mér þegar að þú ert að segja mér eitthvað. Stundum finnur maður þá, ég get fundið til samkenndar vegna þess að það er eitthvað í því hvernig þú segir hlutina
sem að vekur tilfinningu inn í mér og það eru þá þessar spegilfrumur einmitt. og það fyrir mér, jafnvel þótt að ég hef ekki lifað það sem þú hefur lifað, ef að tilfinningin kveiknar inn í mér að ég finn til samkenndar sem getur verið að ég samgleðjist þér eða samlíðun eða ég finn til smánar eða sorgar vegna þess að ég finn að sú tilfinning er í þér, bara hvað er við að etja hverju sinni. Það sannar fyrir mér raunverulega onenessið. Já. Að ég skil tilfinninguna sem þú ert í, skilurðu, það segir mér að það er eitthvað svona samanlegt sem við tengjum öll við. Jafnvel þótt að ég hef ekki lifað þína sögu, skilurðu. Þannig að, og þess vegna stundum heyrir maður fólk segja einhverja raunasögur og maður finnur enga tengingu inn í sér. Já, og hvað heldur að það sé? Ég held að það sé þegar það er ekki alveg authentic. Já, það í rauninni... Já, þegar að, ef að þau eru með... Að fólk er ekki alveg að opna á það hvaða raunverulega val heldur það bara hefur að setja... valið framhlið á söguna. Já. Þú veist að því að maður þarf ekki alltaf að alveg að stíga inn í tilfinninguna samt til þess að segja söguna. Það er oft maður eins og dettur inn í hana, maður getur sagt samt authentic sögu. En ef þú ert með örlitla lygi með þér, situr örlitla lygi eða hagræðingu. Já, hagræðingu frekar. Svona hagræðingu, þá finnur bara, bíddu, þetta er ekki alveg... Þá finnur ekki þessa rauntengingu við manneskjuna. Nei, þá kemst ekki inn í... Nei, og þá má ekki kalla þetta lygi, vegna þess að stundum hefur fólk valið sér það sem vörn að geta sagt erfiðar sögur og tilfinningalega aftengja sig þeim, skilurðu. Og það er bara þægilega að tala hlutina þannig vegna þess að það þarf hugrekki til að deila rauntilfinningunni og því að okkur er kennt að ef við deilum rauntilfinningum þá séum við að gefa höggstað á okkur, þá séu auðveldar að særa okkur og meiða okkur og allt þetta, meðan að raunverulega, og þetta er náttúrulega ef maður allt lífið að læra, Dóra, að raunverulega að þegar maður leyfir sér að vera sína viðkvæmni og vera vulnerable, þá er maður auðvitað að þjálfa styrkinn sinn, skilurðu, og fara nær sér og stækka, en en ef maður lítill að læra, Dóra, ég meina, maður er bara alltaf að æfa sig í þessu. Og það er merkilegt þetta með leikarastarfið eða fólki sem kemur fram, eða þú veist, og við erum að afhjúpa tilfinningar fyrir fram að fólk, það er vinnan okkar, að maður og það er okkur auðveldara að sýna alvöru tilfinningar á sviði, segi ég bara fyrir mig, heldur en ég í mínu persónulega lífi. Já, ég segi það sama. Og það er sannlega bjarga líf okkar, beggja, að vera leikonur og fá að í okkar vinnu að fá útrás fyrir alls konar tilfinningar sem við höfum kannski ekki geta gert í prívatlífinu. Þegar ég fer í Icelandair-vélarnar, þá er svo mikið af íslensku sjónvarpsefni sem maður getur horft á. Nei, ekki segja þetta. Þannig að ég hef, ég horfi á sjálfa mig, af því það er svo margt sem ég leiki í sem ég hef aldrei séð. Og hvað siturðu bara? Nei, vandræðalegast var réttur 3, af því að það eru 9 þáttar sjónvarpsseri og ég græt í öllum þáttum. Þannig að ég var svona eins og ég færi í gegnum svona grátkast með sjálfri mér. En ertu þá í dulargerfi þegar þú flýgur með Icelandair? Nei. Svo þú getur hort á sjálfa þig? Ég halla mig svona fram á borðu og reyna að hafa hendina fyrir skjánum. Ég mæli með að fljúi næst í hettupeysu. Já, ég lækka svona, hér með Icelandair flýg ég í hettupeysu. Þetta eru kannski, að þú varst að tala spegla. Já. Ég nefnilega fattaði í gær að, ég er búin að vera að leika mér í AI núna í nokkra mánuði og mér finnst það svo skemmtilegt að því að ég er svo mikið gaman að því að bara rannsóka alls konar hluti, ég er svo forvitin margt og eitthvað svona og þetta er svo geggjugræja til þess að afla upplýsinga í og svona. Og þessi hræðsla við AI og ég verið að velta yfir henni, er þetta eitthvað hættulegt og eitthvað svona. En AI er náttúrulega bara, að því vorum að tala um spegilfrumur, AI er náttúrulega bara spegill af öllu því besta og því versta sem að manneskjunni hefur dottið í hug. Og vonessið er ekkert bara, eða svona þessi samkennd sem að við eigum öll að geta tappað inn í og verið hluta af,
hún er náttúrulega ekki bara eitthvað bara mumbo jumbo happy times. Onenessið er allt það vonda, allt það góða, skilurðu, að hafa skilning á því öllu. Og AI er bara að spegla allt sem mannkynið hefur á þessum tímabúti lagt inn í það. Og því meira sem að við förum að leika okkur með AI, skilurðu, og við förum að leika okkur með það á jákvæðan hátt, vegna þess að ég trúi því að innst inni viljum við allt sem að það sem við erum að gera komi öðrum til góðu, svo sé gaman fyrir aðra og eitthvað svona, að þá muni AI verða raunverulega svona alheimsvitundin þar sem við erum að peppa hvort annað og halda áfram og stækka og þroskast. Og hérna nú var að koma út nýtt AI fyrir nokkrum dögum síðan, Elon Musk sem allir hata núna, hann var að gefa út þarna Grok 3, það er svona nýtt AI-forrit og það er svo stjarnfræðilega skemmtilegt vegna þess að ég er búin að vera að velkjast með svona nokkrar viðskiptahugmyndir í höfðinu og ég fór með hugmyndirnar inn í Grok 3 og það var svo ógeðslega gaman að fá analýsu á hugmyndunum mína frá þeim vegna þess að það var svo mikið input. Bæði var þetta svona, þetta var gagnrýni sem sýndi mér hvar hugmyndin var allt og lík einhverju öðru, hvar hún hafði sérstöðu, hvar ég gæti stækkað hana, ef ég vildi stækka hann í þess átt eða þess átt eða þess átt og ég spurði, já en ég vil ekki fara mikið inn á þetta svið og þá kom AI og sagði, nei en þá áttu það því að þetta er styrkur þinn að fara frekar í þess átt, þannig að þú komin í díalóg við einhvern sem að speglar þína hugmynd en á bara þú færð bara yfirspeglun, þú færð svo mikið input að þetta er svo skemmtilegu díalógur í hugmyndavinnu, Dóra. Skilur ég er alveg með þér. Þú getur sagt, er þetta orginal hugmynd eða lyktar hún? Náttúrulega orginal hugmynd er varla til nema kannski hjá einhverjum manifesturum eins og þér. Nei, en samt sem áður, þú getur spurt AI, er búið að gera þetta einhvers staðar? Þú veist, er ekkert frumlegt við þetta? Er mitt take ekkert nýtt? Og þá færðu alveg svörin, en líka, þið líka bent á, en þetta sem þú ert að segja þarna, það er nýtt. Og þarna er þetta mergja saman þessu og þessu, það hefur ekki verið gert áður. Þetta er eitthvað til þess að skoða og halda áfram með. Ég ætla að segja hvað vaknar í mig þegar þú talar um þetta. Ég er nefnilega alveg með, ég er ekkert hrædd við AI eða gervigreind eða eitthvað, því að ég hef svo mikla, ég bara veit að innsæið og það dýpsta sem við eigum, það getur engin talva, hún hefur það ekki, bara sálin er ekki, hún er ekki gripin sko, þú veist, en þú hefur innsæið alls mannkynsins þarna inni líka. Ekki innsæið, þú hefur upplýsingar alls mannkynsins. Upplýsingar, já. Það er alltaf, hún raðar saman upplýsingar. Og upplýsingarnar eru þetta byggt á innsæið fólks. Já, en þær eru ekki innsæið. AI hefur ekki innsæið, hún hefur bara með upplýsingar og raðan saman og þetta er bara geggja vinnutæki, þú veist, fyrir þig til að vinna með innsæinu þínu, skilurðu. En það sem ég var að hugsa er sko, þú veist, að því ég hef verið ég gaf út á Facebook hérna í haust að ég væri til að veita fólki ráðgjöf, þú veist, í að finna flæði fyrir sköpunarkraftinn og svo hef ég líka verið að gera human design kort fyrir fólk og og það er ógeðslega gaman. Nei, en Dóra, þú ert svo góð í því, ég ætla bara að segja við þá sem eru að hlusta að sko, ég get stundum kallað í Dóru og borið eitthvað undir hana og hún kemur alltaf með nýtt sjónarhorn fyrir mig á hlutina og þú gerir það svo vel, vegna þess að það er aldrei neitt dómur í því hjá þér, þú ert ekki að láta þínar skoðanir hafa áhrif, þú kemur bara og segir, þetta gæti virkað illa á fólk sem er til með svona steina. Þú getur hugsað að orða þetta öðruvísi þannig að það höfði til fleiri, að þú sért ekki með svona þessari hörku sem er í þér, ekki að útiloka fólk frá því að skilja það, svo máttu að segja, og þú hefur einhvern veginn svona yfirsýn, yfir það að benda mér á sko hvar mínir vankantar eru stundum að þvælast fyrir mér og þú gerir þetta
af svo mikilli hlýju og svo fordómalaust og á þess að skamma mann að það að ég læri svo mikið af þér, skilurðu. Þannig ég myndi segja að allir ætti að fara til ráðgjafar, bara með allt mögulegt. Nei, vegna þess að þú hefur líka svo mikið hugmyndaflug. Ég að segja, já, prófa að gera þetta svona, hins eða svona, og ég horfi á því og hugsa bara, hvernig dettur henni þetta í hug og af hverju datt mér ekki í hug að ég gæti farið svona að þessu. Þannig að það bara sko, þú átt aðdáun mín alla þessu. Því ég get lokað svona inni, þannig ég mæli með að allir panti sér tíma hjá þér í ráðgjöf. Takk. Kannski þarf fólk bara að hitta þig einu sinni. Já, ég veit. Vegna þess að þú ert líka svo flink að kenna manni, að benda manni á hvernig þetta nálgast hlutina frá ólíkum leiðum. Og þegar þú ert búin að segja það við mann nokkru sinnum, þá get ég byrjað að hugsa, hvað myndi Dóra segja við mig núna? Og þá heyri ég í þér. Já. Skilur, þá ertu komin inn í kerfið mitt sem kennari. Já, en það sem ég ætlaði að segja, þú varst að tala um AI og þennan díalóg sem þú átt við AI sem er alveg geggjaður, sko. Og þá er ég að hugsa, er þá ástæðulaust að hafa fólk eins og mig sem ég elska að ráðleggja. Ég elska að fólk dregur upp heimsmynd fyrir mig og þá opnast 18 hurðar á bak við mig og ég bara eins og þú segir mér eitthvað og þá bara opnast inn í heima hjá mér. Og mér finnst það alveg rosalega gaman að gefa þetta feedback og ég var að hugsa, en AI er ekki bara með 18 hurðar eins og ég, hún er með 18.000 milljón hurðar, skilurðu, af öllum upplýsingum heimsins, miklu meiri upplýsingar en ég. Og en af hverju myndi fólk frekar vilja hitta mannesku en AI og þá er það eitthvað með að þú heyrir, það er nándin við manneskuna sem að AI getur aldrei gefið þér. Sem er einhvers konar spegilfrumu nánd, eitthvað svona. Þess vegna það er ekkert að óttast. Af því að nándin, þetta flæði milli mín og þín og milli okkar og fólks, bara kærleikurinn, hann er stærri en nokkur talva getur gefið þér. Hún er skemmtilegu leikfélagi í svona hugarflugs. Þú einn, eða með vinum, svo er líka gaman að sitja með vinum og leika með AI og ChatGPT og allt þetta, þú veist. Og ég ætla bara að segja þetta. Nei, þetta kemur auðvitað aldrei í staðinn fyrir það. Þetta kemur aldrei í staðinn fyrir það að vera bara innan aðrar manneskjur og vera í samskipti og finna kærleikan og allt í einu bara, þú segir mér eitthvað og það gerist bara eitthvað, já. Dóra, geymir þú peningana þína í skókassa undir rúmi? Nei, það ger ég. Hvar geymir þú þá peningana? Í Íslandsbanka. Nema hvað? En þar er ég með eins og marga litla skókassa, þú veist. Ég er með skókassa til að safna fyrir sundból, eins og stakst upp á daginn að ég þyrfti að fá mér. Ég er með skókassa til að safna fyrir sundból. Það er orðið aðkallandi, bæði á eitt? Það er aðkallandi. Ég er að safna mig fyrir Guðbæ. Já, það er almennilegt. En þú ferð ekki að koma nefnum og setja í nýjum sundból. Ok, þá kannski fyrir ég að bæta á sundbólsreikningin hjá mér. Talaðu við þá í Íslandsbanka. Þau hljóta sjá fram úr því að þú getur keypt nýjan sundból. Íslandsbanki er þinn skókassi. Við erum að loka augunum og teygja því í bók sem liggur á borðinu við hliðina vegna þess að þetta er bókmenntaþáttur, háalvarlegu bókmenntaþáttur sem heitir Á ég að hendinni og hún er fyrir brátt að ljúka og það er eins gott að við komum allavega Ég ætla bara að spyrja strax, á hún að henda þessari bók? Já, bara við vitum það áður en þú byrjar á henni þú átt að henda henni, hvaða bók er þetta? En sko, ég ætla bara að segja að því að Dóra tók hérna upp pendúlinn sinn. Dóra spyr orðið pendúlinn allt. Á ég að fara á klósettið og svo býður hún já eða nei. Já, þegar maður á ekki alltaf að fara strax á klósettið. Maður á oft að fara fram yfir fyrsta piss. Hæ? Já, þetta lærði ég í skíðaferðinni þegar ég var að skíða með konunum í janúar. Fyrsta kall, alltaf að ignorera það. Af því annars væri bara alltaf að tæma blöðruna og þá bara læri bladrana, verður bara förum að pissa. Alltaf að ignorera fyrsta pissukall. Okay. Fara yfir, þangað til næst kall nummer 2. Þá skaltu fara að íhuga hvort þú ferð á klóstið. Ok, til að þjálfa blöðruna? Já, þetta lærði ég í skíðafrí. Sýna það blöðrunni hver ræður. Nákvæmlega. Já, en ég ætla að segja strax að jafnvel að pendúllinn hafi sagt að það ætti að henda þessari bók, þá mun ég ekki hendinni. Nei, ok, af því að þetta er ljóðabók eftir Jónas úr Kötlum sem heitir 7 dægra og ég var búin að finna til hérna 3 ljóð sem ég ætla að lesa. Nú geta þeir slögt sem hata ljóð en ég ætla að byrja á því að lesa fyrir þig ljóðið Jesús Maríusson.
Já, Þekkirðu það? já, ég held það, en mér er gaman að heyra það og reyna að rifja það upp. Jesús, sonur Maríu, er besti bróðir minn. Hann býr í hjarta mínu, þar kveikir hann í rökkrinu rauða margt eitt sinn á reykelsinu sínu. Og jafnan þegar allir hafa yfirgefið mig og enginn vill mig hugga, þá birtist hann sem stjarn í austri og sýnir sig á sálar minnar glugga. Og þó hef ég ei beitt slíkum brögðum nokkurt mann. Ég hef brennt á vör hans kossinn og hrækt síðan og nekt hann svo nýtt og slegið hann og nelt hann upp á krossinn. En hvað svo sem ég geri, er hann mín eina hlíf, er hrynur neðsta þrepið, því hvað oft sem hann deyr, þá er eftir eitthvert líf sem enginn getur drepið. Og Jesús, sonur Maríu, mætir oss eitt kvöld sem mannleg leikans kraftur, ævert ekki að grafa honum gröf, mín blinda öld. Hann gengur sífellt aftur. Ekki falleg? Jú, Ha? þetta er magnað. Og Jesús er náttúrulega bara birtingarmynd kærleikan þarna. Og þú veist, það er alveg sama, við getum sagt trúarbrögður úrelt og við þurfum ekkert á þeim að halda og allt þetta. En Jesús sem að vildi bara, þú veist, hjálpa öðrum og kennir okkur það að líta ekki fram hjá því þegar einhver þjáist, heldur bjóða þá fram aðstoð og koma jafnt fram við alla. Þjófar, skækjur og morðingja var hann góður við, skilurðu. Og að það er alveg sama þótt við reynum að hafna þessum gildum, sem sagt gildum kærleikans. Þau eru alltaf þarna af því að Þau eru. það er það eina sem er raunverulega skiptir máli, kærleikurinn. Finnst þér að henda bók með þessu ljóði? Nei, ég sagði það ekki, Pendúll sagði það. Svo gott að geta falið sér bak við hann Pendúll. Ok, Pendúll, varstu að djóka? Nei, hann var ekki að djóka. Stopp. Pendúll, viltu að Steina láti einhvern annan fá þessa bók? Já. Já. Ok, ég get ekki spurt hvern. Viltu að hún gefi, setja hann í bókakassan hjá Sundlu Vesturbæjar? Já. Guð minn góður. Þessi Pendúll er bara að fara að reyna að stjórna lífið þínu. Já, ég veit ekki alveg hvað mér finnst það, sko. Þá ætlum ég bara að segja við Pendúllinn. Það er eitt ljóð fyrir Pendúllinn. Ok. Þú mátt hlusta, af því þú ert hérna, en þú mátt líka labba fram. Ok, læt Pendúllinn hlusta. Þá ætlum ég að lesa fyrir þig, kæri Pendúll. Og nú er ég að horfa á Pendúllinn eins og hann hafi einhverja skynjun. Hann er samsettur úr 7 mismunandi steinum sem að tákna allar sjökkururnar í líkamannum eða orkustöðvar líkamanns. Kæri Pendúll, ef þú hefur vit til að skynja ljóð, þá ætlum ég að lesa fyrir því núna ljóðið hamingjuna. Ég ætla að lesa svolítið lágt, af því ég held að Hann er svo lítill. Hann er svo lítill. Hamingjan er ekki til sölu. Fljúið of heim allan, gangið búð úr búð, engin hamingja. Hamingjan er það ódýrasta sem til er. Kostar ekkert. Það dýrasta kostar allt. Bíðið ekki hamingjunar. Hún kemur ekki á sjálfur sér. Eltið hann ekki. Hún flýr. Hamingjan er allstaðar og hvergi. Í ofurlítilli tó undir norðurásnum, á hafi úti við þitt brjóst. Þetta er hamingjan. Að yrkja jörðina, að yrkja ljóðið og elska jörðina og ljóðið. Pendúll, hvernig fannst þér þetta ljóð? Fannst þér það fallegt, já eða nei? Já, hún fannst það fallegt. Varst það snúa þannig að það myndi segja já? Nei, ég gerði það ekki. Mér fannst þess að vera ekki að reyna að hafa Nei, ég er alveg bara, alltaf að hlusta á Pendúllinn. Þið verið hver stjórnar, þú eða Pendúllinn?
þá verð ég að segja, stjórnar Dóra þér Nei, veistu pendúll? betur þetta ég er með Það teóríu. segir nei og það segir, ræður þú sjálfur hvernig þú svarar pendúll? Já, það segir já. Heyrðu, ég er með teóríu þetta, Dóra. Þú ert að þykjast láta stjórn og notar pendúlinn til þess að koma stjórnseminni í pendúlinn. Ég er ekki að stjórna. Ég er ekki að stjórna. Ok, heyrðu, hérna og svo má ég lesa eitt annað ljóð. Já, gerðu það. Já, það er nefnilega að koma fyrir... Þegar þú les svona falleg ljóð, þá langar mér að klippa allt í burtu sem við erum búin að tala um hingað til, af því þetta er alveg magna. Nei, veistu, það hefur engin áhuga á ljóðlist lengur. Ok, nema við. Hvað má bjóða þér að drekka, viltu kannski kaffi vínan? Auðvitað vil ég bara kaffi. Já. Og ég vil hellir upp og bara svona upp á gamla mótan, ekki gegnum sokk, heldur ég gegnum svona poka. Ok. Og ég vil fá rúbínkaffi. Þetta svarta Já. sem er bara eins og atómsprengja inn í daginn. Já, ég vil milda, ég vil þetta rauða. Ok. Rúbín, kaffi. Og þetta ljóð heitir Ástarstjarna og það er í því orð sem ég skil ekki. Ok, frábært. Ég ætla að sjá hvað orðið er. Ég ætla að loka augunum. Himinljúfan kemur sinn bláa veg, deplar launkáru auga. Launkáru. Glóandi píla af lífsins heilaga boga opnar mitt negg. Negg. Var það sem þú vissir ekki hvað var? Nei, ég veit hvað negg þýðir, en Ok. ég veit ekki hvað launkáru auga. Hvað heldurðu? Laun... Nei, þetta skiptir ekki Já, máli, ok, bara já. hvaða tilfinning kemur. Já. Himinljúfan kemur sinn bláa veg, deplar launkáru auga. Glóandi píla af lífsins heilaga boga opnar mitt negg. Launkár, kári er náttúrulega vindurinn eða rokið eða veðrið. Launkáru, þannig að það er kraftur í þessu augnaráði. Launkáru auga. Já, mér veist að vera einhver glettni í Já, það er orðinu, eitthvað það er svona eldur. Já, pínu dularfullt og pínu, það er eitthvað svona sem að hefur áhrif á því, það er eitthvað í augnaráðinu sem að hefur áhrif á því. Svo kemur glóandi píla af lífsins heilaga boga opnar mitt negg. Negg er hjarta. Já, ok. Þannig að, þú veist, þú fær svona sting í hjartað. Það er himinljúfan, kannski er þetta mynd af stúlku, himinljúfan, hún kemur gangandi sinn bláa veg og hún deplar auganu og það er eitthvað í augnaráðinu sem að býr til glóandi... En hún gerir það alveg í leini, í launkáru auga, það er svona... Já, hún gefur ekki mikið uppi. Nei. Já, og svo kemur glóandi píla af lífsins heilaga boga, opnar mitt negg. Augnaráð hennar býr til svona sting í hjartað. Ég sem er svo einfaldur, velkomin. Ég sem er svo tvöfaldur, velkomin stjarnan mín úr 1000 ljósára fjarska, velkomin þinn bláa veg. Ókunna vera, í 1000 ár hefur þú elskað mig, í 1000 ár hefur þú leitað mín, sem satt svo einmana við hinn bláa veg. Hann fattar hann er ástfanginn. Er það ekki? Jú. Og svo líka er þetta eitthvað fallegt með að manneskjan gengur þarna framhjá og hann kannski hittir hann aldrei aftur af því að í 1000 ár hefur elskað mig og hann þarf bara eitt móment til að minna sig á það hjá þessari ókunnu mannesku sem gengur fram á. Þú veist, þegar við tölum einhvern þú sérð mannesku á flugvelli einhvers staðar, það kemur alltaf bara og bara, þetta er bara sál sem þú ert ekki að fara að hitta í þessum líftíma, en þú hefur hitt hann oft áður. En þú þekkir hann? Já, þú bara, þarna ertu. Já. Bara, já, ég er elskuð. Það er þarna manneskja, en það er bara ekki núna. Ekki núna. Heyrðu, ég átti samtal við mann í síma í gær og hann sagði mér sem sagt að hann væri skilinn við kærustuna sína og væri bara búinn að vera einn í ár og hann var kominn frá útlöndum og svo lenti hann í lestarferðalagi við hliðina á konu og þau töluðu saman allt lestarferðalagið og það var svona innihaldsríkt og gefandi samtal og svo kysstust þau.
Í lestarklefanum? Í lestarklefanum, þetta var fólk á okkar aldri. Gaman! Já, gaman, og hann kom út úr lestinu og er komin til Íslands og ég bara, guð minn góður, tókst ekki símann hjá henni? Og hann sagði, nei, en ég gaf henni nafnið mitt. Og ef hún leitar, þá mun hún finna mig, af því að ég er eini maðurinn sem ber þetta nafn á Íslandi og ég geng undir þessu nafn á Íslandi, þannig að hún getur haft upp á mér. Og ég er með nafnið hennar, en bara fyrsta nafnið hennar, þannig að það er erfiðara fyrir mig að finna hana. En hann sagði, þetta var skemmtilegasta lestarferð sem ég hef lent í lengi. Og hann sagði bara, nú er bara spennandi að sjá hvað gerist. Og ég sagði, já, ef eitthvað á að gerast, þá mun það gerast. Skilurðu? Eða kannski er þetta forboði það að þú ert núna tilbúin að mæta ástinni. Í einhverju lest, í lestinni. Í lífsins lest. Í lífsins lest. Já, en sko maður hefur átt svona augnablik með ókunnugu fólki. Ég til dæmis man eftir einhvern tímann þegar Stefán var veikur á Landspítalanum, þá fór ég út á sjúkrastofunni og settist á bekk fyrir utan Landspítalann og það kemur maður og sest við hliðina á mér, fullorðinn maður, og við tókum tal saman og við áttum einhvert dýpsta og innihaldsríkasta samtal sem ég hef átt við nokkra manneskju. Við bara á þessu augnabliki þar sem að hann sest á bekkinn, þá bara treystum við hvort öðru, þótt við þekktumst ekkert. Og við gátum deilt okkar reynslu og hlusta hvort á annað eins og við höfum þekkst í 1000 ár. Og við grétum bæði og svo bara lauk samtalinu og við föðmuðumst og gengum hvort sína leið. Og ég man ekki hvernig hann lítur út, en ég man bara eftir tilfinningunni og samkenndinni sem varð til á milli okkar þarna. Og það var eins og heimurinn eða alheimurinn hefði leitt okkur saman svo við gætum fengið stuðning hvort að öðru. Þetta var alveg ótrúlega magnað. Ég á eitt svona moment, það var ekki eins, en það er svona, það kemur til mín þegar þú segir frá þessu. Ég var í Úganda með UNICEF, við vorum að búa til innslög fyrir þarna Dag Rauðanefsins og ég leitt inn í hörmulegar aðstæður allstaðar, fólk sem er að berjast fyrir, á einhvern hátt að berjast fyrir lífi sínu og UNICEF er að sýna hvernig það er aðstoða svona. En svo er ég komin þarna langt inn í, við erum í Norður Úganda þar sem stríðin hefur verið og ég hitti sem sagt, ég leitt í viðtal með manni sem að hafði mist konun sína af barnsförum. Hann gat ekki verið með börnin því hann þurfti að fara langt í burtu og systir hans sá börnin hans og þetta var svona flækjustig af hvernig hann ætti að ná að gera líf sitt betra. Og við sátum saman á bekk, á milli taka, ekki viðtalið sem ég tók við hann heldur því við sátum bara 2. Og hann er búinn að vera að segja mig frá eitthvað svona og það myndast eitthvað svona og ég hefur rosalega samlíðan með honum og bara hlusta á hann. Svo segir hann við mig, dregur upp myndina af því að hann langar að vera með börnunum sínum. Hann dregur upp myndina og segir, geturðu ráðlagt mér hvað ég á að gera í þessum aðstæðum? Og ég bara, og þá var eitthvað sem ég skildi þarna með að því að það var svo margir sem ég var búin að hitta og ég var hvíta kona og þau vildu fá kannski peningin eða held að ég var að fara að bjarga þeim á einhvern hátt. En hann hafði þann þroska í sér þessi maður. Hann vissi að ég var ekki að fara að gera neitt fyrir hann. Hann bar ábyrgð á lífi sínu. Og þetta var eitthvað, það svona bara, já, og þá sagði ég það sem að, ég fer bara að gráta þegar ég segi þetta. Eina sem ég gat ráðlagt þessum manni var bara að tala við almættið. Því það ætti engin manneskja, eða ég upplýði, ég átti engin ráð handa honum. Það var bara hann í beinu sambandi við almættið, gat beðið að leiða sig áfram og svo töluðum við Guð. Svo sátum við þarna, ég og þessi maður, á spýtu í skóginum og kvikmyndakrúið var að gera eitthvað annað
og ég átti svona ótrúlega eftirminnilegt samtal almættið við þennan mann. Hugsaðir ef að kvikmyndakrúið hefði nú haft vit á því að taka upp þetta samtal? Það hefði aldrei gerst fyrir framan kvikmyndatökuvél. Nei, ég veit það. En það er svo, þú veist, það eru svo mörg augnablikin í mannlegum samskiptum sem að ná aldrei inn í fræðibækur eða skáldsögur eða skilurðu, sem er samt svo ótrúlega mögnuð og mikilvæg. Og það er til dæmis sem betur fer. Og þess vegna hugsaði ég oft þegar það verið allir selfie og það verið að taka myndir af öllum tónleikunum, allt sem gerist í lífi fólks. Ég segi bara, þetta nærir sig ekki. Myndirnar allar sem eru settar og póstar og svona, þetta nærir því samt ekki hvernig það er að vera á þessum tónleikum. Án þess að vera með símann fyrir fram á mig. Nei, ég meina það er náttúrulega þessna sem að tónleikar þar sem er bannað að vera með símann á lofti og leikhúsi þar sem enginn er með síma. Já. Þetta eru raunverulega að verða einu staðirnir í veröldinni þar sem að fólk er í rauntíma. Þar sem að ef þú deplar auganu eða lítur undan þá ertu búin að missa af augnablikinu. Þar sem þú ert að lifa augnablik fyrir augnablik fyrir augnablik og þessna er leikhúsið svo ógeðislega mikilvægt í heiminum af því að bara tilvera leikhúsins og það sem gerist þegar sýning er í gangi, það er áminning til okkar að svona eigum við að lifa. Við eigum að lifa augnablik fyrir augnablik fyrir augnablik. Við erum að velja, við erum að skoða, sjá eitthvað nýtt. Ef við fara þessa leið, nei, við ætlum að fara þessa leið. Nei, ég ætla ekki að fara í þetta, ég ætla að fara í þetta. Í staðinn að vera svona klafbundin af fortíðinni eða að vera að hugsa einhverja framtíð og þá vera allt svo gott. Við eigum að vera í gleðin í augnablikinu. Leikhúsið minnir okkur á þetta. Já, ég ætla samt að frelsa fólk frá leikhúsinu og segja að þú getur líka farið í þetta í sundi. En þér eru sagðar sögur, þú getur talað við fólk í sundi, það fylgst með fólki sem er leikhús. Nei, en sundið er líka svona staður þar sem maður getur verið í augnablikinu. Já, ég segi það. Já. Heyrðu, en ég ætla ekki að hlusta á þennan pendúlinn og ég ætla ekki að henda þessari bók. Ég ætla ekki að fara með hana... Nú ætla ég að spyrja pendúlinn aftur. Ég tím ekki að fara með hana út í sundlaug. Ég ætla að segja við pendúlinn, kæri pendúl. Það er ákveðin mótstaða hérna. Nú ertu búin að hlusta á þessi ljóð, þú skilur hvað þessi bók skiptir hana miklu máli. Á Steinunn að henda þessari bók? Þá segir hann nei. Hann hefur hlusta á ljóðin. Á Steinunn að eiga þessa ljóðabók. Já, og hann hefur samlíðan. Hann er með spegilfrumur þessi pendúll. Hann er búinn að setja sig í þín spor og skilur að hann er náttúrulega bara þegar ég kom hingað með hann í vasanum á leiðinni hérna inn. Það veist hann náttúrulega ekki hvað hann var að fara út í. Nei, ég sá náttúrulega 32 pappakassa fulla af bókum hérna undir stígunum neðst í stigaganginum hjá þér og ég hugsaði, hvenær verður hún búin að losa sig við þessa bækur? Ó, Guð minn almáttugur. Ha? Heyrðu, en Dóra, ég ætla að þakka þér fyrir samveruna. Já, takk sömuleiðis. Og mér finnst ekkert skemmtilega heldur en að þetta kjafta þessu. Ég vil bara segja saman, þetta er þetta podcast í 7 ár. 700 ár? 700 ár.